Góðan dag. Gaman að sjá að nokkrir margir mættir. Ég var farin að örvænta að Ingvar yrði hérna eini kallinn, en það rættist úr því og meðal annars sé ég hérna nemendur hérna sem ég kenndi í Bolungarvík, þannig að hérna, það er ágætt að fylgjast með kennaranum sínu líka fyrrverandi. Sko. Nú, en það sem ég ætla að gera hérna í dag er að ég ætla að fjalla þetta efni sem stendur þarna hérna, en áður en ég byrja aðeins á því, það er verður svona endipunkturinn. Þá ætla ég aðeins að fara yfir hvaða er sem ég að gera í þessari rannsókn. Ég að skoða áhrif þekkingarsamfélagsins á byggðaþróun og sjálfbærni samfélaga. Og rannsóknarsvæðin eru 3, það eru Vestfirðir, Austfirði eða Austurland og hálöndin eða sérstaklega eyjarnar í Skotlandi. En það sem ég að gera í þeirri rannsókn er að ég að skoða þessa menntunarlegu, samfélagslegu og pólitísku orðræðu sem að varðar uppbyggingu þekkingarsamfélagsins, byggðaþróun og sjálfbærni. Og mér langar að sýna ykkur hérna aðeins fara aðeins inn í þessi svæði, þessi 2, Vestfirðir og Austurland. Að þessi mynd, hún sýnir íbúaþróunina á þessum svæðum í tengslum við nokkra sögulega atburði frá 1970. Og ástæðan er að ég vel árið 1970 sem upphafspunkt er að þá voru verkefni sett á fót til að styrkja þekkingarsamfélagið og hinar dreifðu byggðir. Og þar á ég við stofnun Menntaskólans á Ísafirði og árið 1970 og svo Menntaskólan á Egilsstöðum árið 1979. Og svo var farið í þessa skuttógaravæðingu þegar ákveðið var að styrkja sjávarútvegsfyrirtæki og þau fóru í það að kaupa skuttógara til að efla byggðirnar og fjölga fólki. Það er eins og þið sjáið, það hefur orðið fólksfækkun á Vestfjörðum síðan 1970, þó svo að það hafi orðið nokkur fjölgun á síðasta ári og þá er það í tengslum, hefur oft verið talað í tengslum við uppeldið eða uppbygginguna í fiskeldinu á Suðurfjörðum Vestfjarða. Aðalástæði fólksfækkunar má rekja til setningar kvótakerfisins, erfiðleika og gjaldþrot sjávarútvegsfyrirtækja og síðar framsali aflaheimilda. Og þá voru einmitt snjóflóðin í Súðavík og Flateyri árið 1995 sem höfðu mikil áhrif á íbúaþróunina. En á Austurlandi þá hefur fólki bæði fjölgað og fækkað á þessu sama tímabili. Þegar hinar miklu framkvæmdir áttu sér stað á Austurlandi, það er sem sagt Kárahnjúkavirkjun og bygging álvers, að þá fór íbúafjöldin í rúm 15.000 manns. En eftir að þeim lauk hefur fólki fækkað og íbúafjöldin er svipaður og hann var 1981. Nú, þó svo efnahagur Vestfjarða og Austurlands sé svipaður, þar sem sjávarútvegur og landbúnaður eru aðalatvinnugreinarnar, þá eru samt aðgangur af náttúruauðlindunum ólíkur. Á Vestfjörðum þá byggja menn afkomu sína á botnfiskveiðum og svo er landið frekar hrjóstrugt og fjöllótt og það er erfitt að stunda landbúnað og bændum hefur svona fækkað. En á Austurlandi þá hafa menn bæði aðgang að botnfiski og uppsjávarfiski og landið er betur fallið til landbúnaðar, auk þess sem þeir hafa aðgang að vatnsföllum sem þeir hafa notað til að virkja. Á árinu 2002 til 2008 voru mikla breytingar í sjávarútveginum vegna tæknivæðingar og breytingum á kvótakerfinu. Þá færðust kvótar milli fyrirtækja og ný tækni ruddi sér rúms innan sjávarútvegs og yfirleitt hefur þessi nýja tækni verið kölluð kettlingabanar. Þið hefur kannski heyrt það, þegar voru nýjar flæðilínur. Það voru kettlingabanarnir, þá þurfti ekki konurnar að vera að pilla rækjur eða líka við að skera úr. Ég held að það eftir nokkur ár þá voru það líka búið. Það hefur í för með sér atvinnumissi en einnig þörf fyrir nýja tæknilega færni innan iðnaðarins. Og á Vestfjörðum gerðist það yfirleitt að fólk flutti burtu eða missti vinnuna vegna þess að það voru bara engin önnur störf í boði. En á Austurlandi þá fóru margir sem misstu vinnuna í sjávarútveginum að vinna í álverinu. Og það er kannski ástæðan ein fyrir því að það er ekki svo sama fólksfækkun og varð á Austurlandi.
Þessi glæra sýnir ykkur svona mannfjöldan sem ég var á þessum svæðum árið 2013, eins og því sjá að hinn glærinu svo sem, en ég skoðaði líka hvernig hlutfallið er milli karla og kvenna og á báðum stöðunum að þá eru fleiri karlar sem búa á landsbyggðinni og heldur en konur, og það munar nú ekkert miklu á Vestfjörðum en það miklu meiri munur á Austurlandi. Það hefur verið í nokkurn tíma að það hefur verið miklu meiri kynjahalli þar en á Vestfjörðum. Síðastliðin 20 ár eða lengur þá hafa nokkrar byggðaáætlanir stjórnvalda litið dagsins ljós og þar birtist þessi orðræða, pólitíska orðræða eflingu byggða og línurnar eru lagðar þar. Og í byggðaáætlunum þá áhersla lögð á menntun og eitt af 3 meginatriðum sem stjórnvöld hafa að leiðarljós í byggðamálum að stórefla menntun á landsbyggðinni. Þær leiðir sem á að fara í þeim efnum að halda áfram að byggja upp þekkingar og eða háskólasetur á landsbyggðinni og efla dreifmenntun á öllum skólastigum. Og í þessu sambandi þá á að nota fjarkennsluna og staðbundin kennsla að nota þetta saman og stuðla að samstarfi háskóla fjarkennslu. Og með því að bjóða upp á fjarnám þá ætla stjórnvöld að ná því meginmarkmiði sínu sem að tryggja öllum jöfn tækifæri til náms án tillits til búsetu og efnahags. Í raun og veru þá styðja byggðaáætlanir, það styðja það sjónarmið að menntamál séu atvinnumál. Því þar að finna ýmis dæmi um það hvað hefur gerst og muni gerast varðandi atvinnumál og fólksfækkun verði menntun ekki efld á landsbyggðinni. Meðal annars þá bendir byggðaáætlun á ýmsar rannsóknir sem sýna að menntunaráform meðal helstu ástæðna þess að ungt fólk og konur fyrirhuga að flytja úr heimabyggð og þeir sem flytja á brott til þess að afla sér menntunar eru tregir til að snúa aftur til varanlegra búsetu. Þarna segi ég að byggðastefna sé saman sem efnahagsstefna og hún sýnir svona hvernig kenningar byggðaþróun hafa þróast frá 1960 og til dagsins í dag og hvernig þær höfðu áhrif á þær aðgerðir sem gripið var til í nafni byggðaþróunar. Það sem einkennandi fyrir þær aðgerðir sem gripið hefur verið til að þrátt fyrir það að kenningar hafa breyst frá því að vera svona algjörlega þannig að ríkið eigi bara að sjá að setja fjármagn í byggðaþróun, það á að einbeita sér að uppbyggingu eins atvinnuvegar og allt þetta í því, yfir í það núna að tala sjálfbærni hugtakið og hafa svona svæðisbundna nálgun í byggðaþróun, að þá erum við enn alltaf í því að þá sem sagt aðgerðirnar sem gripið til, þær eru samt alltaf þessar sömu og það var í upphafi þarna frá 1960. Það ennþá krafa að hlutverk ríkisins sé að setja fjármagn í atvinnuuppbyggingu og styrkja innviði dreifðra byggða. Þó það heiti eitthvað annað, eins og til dæmis að það á áherslu á svæðisbundna nálgun þar sem unnið með innri vöxt svæða, en markmiðið samt alltaf ríkið á að koma þarna inn og það á að byggja upp eitthvað og skapa störf fyrir fólk. Þannig að það virðist alltaf vera lendingin sem við förum í þrátt fyrir að kenningarnar segi svo sem eitthvað annað. Og til þess að skilja og útskýra hvernig þekkingarsamfélagið, byggðaþróun og sjálfbærni starfa sem kerfi og hvaða áhrif þekkingarsamfélagið hefur á byggðaþróun, þá nota ég á kenningar kerfishugsun. Og ástæðan sú að þessi nálgun hentug til að skilja hvernig og hvers vegna kerfi breytast og hvað áhrif þau hafa hvort annað. Og það eru 5 lykilhugtök kerfishugsunar og það sem ég nota og það að auki 2 hugtök sem eru tengd kerfishugsun en eiga frekar kannski við þekkingu og í sambandi við rannsóknir og nám innan kerfis. Og þessi 2 hugtök eru þekkingafræðilegur margbreytileiki og ígrundanám eða double loop learning, eins og það heitir. En þekkingarfræðilegur margbreytileiki, hann lýtur að þverfaglegum rannsóknum og samþykkir allar tegundir þekkingar, jafnt staðarþekkingu sem hina vísindalegu. Ígrundanám skoðar raunveruleikann út frá því að manneskjan sé gerandi
og að hún sé gagnrýnin á hegðun sín og noti speglun til þess að breyta hegðuninni. Síðan eitt lykilhugtak í kerfishugsuninni sem heitir resilience, eða það er svolítið erfitt að þýða það, við Allison samþykktum að hafa orðið segla, sem geta kerfisins til þess að upplifa áfall eða rof, en að geta samt á sama tíma haldið sömu starfsemi og uppbyggingu. Og því meiri seglu sem kerfi sýnir, því stærra áfall getur kerfi ráðið við án breytinga á kerfinu. Á sama tíma og kerfið stöðugt á meðan það reynir að viðhalda núverandi kerfi, þá það viðkvæmt fyrir áfalli og því best að sýna seglu með því að takast á við áfall. Aðlögunarhæfni sýnir getu þeirra sem eru í kerfinu og til að byggja upp seglu, og hegðun okkar, mannsfólksins í kerfinu, hefur áhrif á þessa seglu og hvernig okkur tekst til, segir til það hvort okkur takist að búa til árangursríkt kerfi. Síðan hæfni til breytinga, geta kerfisins til að búa til nýtt kerfi þegar ekki lengur hægt að laga það gamla. Og ef við hugsið þá erum við alltaf að laga gamla kerfi sem við búum í. Stundum getur kerfi nefnilega fest í þessum seglufasa og það ekki gott. Því að þá komumst við ekkert áfram. Þá þarf meiri háttar svona eitthvað rof eða algjöra endurskipulagningu til þess að hjálpa kerfinu yfir þann tröskul sem að nýtt kerfi, þannig að nýtt kerfi verður til. Þessara þriggja kerfa sem ég að vinna með hægt að setja upp í feril sem í raun og veru endalaus, og einn ferill sem sagt eitt kerfi, og þá lýsir ferillin vexti sem R-fasinn, og svo viðhaldi sem K, rofi eða áfalli sem omega og endurskipulagningu sem alfa. Og ég ætla aðeins að taka dæmi það hvernig það vinnur með því að skoða einmitt fjarnámið. Síðan það var byrjað að bjóða upp fjarnám árið 1993 með BL-námi í gamla kennaraháskólanum, að þá hefur verið vöxtur í framboði á háskólamenntun í fjarnámi í dreifðum byggðum og að auki hefur verið stígandi nemendafjöldi út á landsbyggðinni sem hefur farið í fjarnám. Þannig að við höfum náð þessum hæðum. En undanfarin ár þá hefur í raun og veru ekki orðið mikil fjölgun á námsframboði og fækkun hefur orðið á fjarnemum. Þeim fjölgar ekki, þeir standa svona kannski í stað og fækkar en það engin beint fjölgun. Það sýnir í raun og veru að við höfum náð þessum toppi og erum á leið niður aftur hingað, og það það kerfið að breytast og þessi fasi tekur við og þá fer það að endurskipuleggja sig. Og svo spurningin, hvers konar kerfi viljum við búa til? Ætlum við bara að halda á hann og spála í sama farinu? Þá gerist í raun og veru ekkert. Þannig að ef við viljum hafa áhrif á endurskipulagninguna, þá verðum við að vita hvernig við viljum að kerfið þróist. Og þarna geta kenningar til dæmis þennan þekkingafræðilega margbreytileika verið gagnlegar, vegna þess að þær viðurkenna margs konar þekkingu, bæði vísindalega og staðarþekkingu íbúanna eða sjálfbæra þekkingu. Og háskólar þurfa að taka tillit til þess og skipuleggja námsbrautir sem í raun og veru höfða til fólks í þínum dreifðu byggðum. Þetta heitir panarkí, þetta hópur ferla sem vinnur sjálfstætt og saman og hefur áhrif á hvern annan. Sumir eru litlir og hreyfast hratt og aðrir stærri og hreyfast hægar, og sama tíma þá vinna kerfin sjálfstætt og ekkert endilega á sama stað á sama tíma í ferlinum. Og ég svona velta fyrir mér hvort þessar rannsókn minni sé þekkingarsamfélagi minnsta kerfið, byggðaþróunin í miðjunni og svo stærsta sé sjálfbærni. Og þá getur það verið á eftirfarandi hátt að uppbygging þekkingarsamfélagsins, það hérna litli ferillinn, hefur verið gríðarlega á undanförnum árum með uppbyggingu fjarnáms og stofnun svona ýmissa rannsóknar og háskólasetra á landsbyggðinni. Markmiðið var að hafa áhrif á byggðaþróunarkerfið með því að fjölga fólki með háskólamenntun og byggðaþróunarkerfið átti svo að hafa þá áhrif á sjálfbærnikerfið með því að styrkja efnahagslega stöðu og með auknum störfum fyrir háskólamenntaða og auka lífsgæði.
til þess að átta mig betur af því hvers vegna kerfið breytast og þá hvaða breytingar eiga sér stað og þá nauðsynlegt að skoða svona opinber pólitísk gögn en þau endurspegla orðræðuna og stefnuna sem stjórnvöld á hverjum tíma setja. Og þá ætla ég að nota svokallaða sögulega orðræðugreiningu en hún góð að nota þegar maður að vinna með opinber gögn og skýrslur. Og hún getur aðstoðað hjálpa til við að afhjúpa mótsagnir sem birtast í ýmsum opinberum skjölum og Nú það sem ég gerði að ég hef skoðað mörg og margvísleg gögn frá ráðuneytum og landshlutasamtökum og atvinnuþróunarfélögum sem varða uppbyggingu þekkingarsamfélagsins, bæði á landsvísu og svo gögn sem einungis taka til Vestfjarða og Austurlands. Það sem kom mér á óvart við að lesa þessi gögn var hve margir aðilar á ráðuneyti fjalla á einn eða annan hátt þekkingarsamfélagið og hlutverk háskólamenntunar og rannsókna í þeirri uppbyggingu. Það vakti sérstaklega athygli mína hve margir aðilar höfðu skoðun á hlutverki háskóla í uppbyggingu þekkingarsamfélaga og byggðaþróunar á landsbyggðinni. En þar kom fram að það hlutverk æðistórt. Það ekkert að því að mennta- og menningarmálaráðuneyti sé að fjalla menntamál enda heyra þau undir það ráðuneyti. En það eru ýmis önnur ráðuneyti og stofnanir sem að koma að þessu málaflokki á einn eða annan hátt. Og þau opinberu gögn sem ég aflaði mér voru aðallega skýrslur sem unnar voru í hinum ýmsu starfshópum eða nefndum sem viðkomandi ráðherra hafði skipað. Ef nefndin eða starfshópurinn var ekki á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins var yfirleitt engin nefndarmaður úr háskóla eða rannsóknargeiranum þrátt fyrir að umfjöllun háskólamenntun og rannsóknir væri umtalsverð og setta fram skoðanir hlutverk háskóla í svæðisbundinni uppbyggingu. Þetta eru greinarnar sem ég valdi að skoða og ég byrjaði á því að skoða uppbyggingu og framsetningu textana í skýrslunum og það sem í gæsalöppum tekið beint upp úr skýrslunum. Textarnir eiga það sammerkt að vera mjög almennt orðaðir, þeir geta í raun og veru átt við hvað sem og hverja sem og það verið að nota sömu frasana oft og það svo sem ekki hægt að festa hendur á neitt sem sett fram. Þetta eiginlega svona dæmigerður stofnanatexti. Það mörg orð notuð en kannski fátt sagt, eins og þekkingarsamfélagi og forsenda öflugs og framsækins atvinnulífs og það hægt að byggja upp hvar sem menningarlegar forsendur leyfa. Hvað þýðir þetta eiginlega? Þessi aðferð við orðræðugreininguna, hún hefur hjálpað mér við að afhjúpa þennan stofnanatexta og kennt mér svona að lesa hvernig á að lesa hann og lesa á milli línanna og hvað sagt og hvað ekki sagt. Og finna líka hvernig leikurinn með orðin og uppbyggingu texta endurspeglar vald þess sem áheldur, það stjórnkerfið og stjórnvöld. En eins og dæmin á glærunni sína hefur kerfið það vald að stýra orðræðinni og þeim aðgerðum sem gripið til í nafni byggðaþróunar. Og ég velti einnig fyrir mér valdi þeirra sem skipaðir eru slíka starfshópa eða nefndir. Það oft sama fólkið sem skipaði hverja nefndin á fætur annarri og hvergi kemur fram hvers vegna viðkomandi skipaðir að öðru leyti en því að sú stofnun sem situr í nefndinni fyrir hún tilgreind. Og þess vegna hlýt ég að spyrja hverra hagsmuna viðkomandi að gæta. Fenginni reynslu sem fyrrverandi sveitarstjórnarmaður að þá setið í svona fyrir hönd einhversar stofnunar eða eitthvað að þá maður þetta passa það sé nú ekki verið að eyðileggja neitt fyrir því sem ég stend fyrir Að þá eru nefndarmenn einmitt fyrst og fremst að gæta hagsmuna þeirra stofnunar eða ráðuneyti sem þeir eru skipaði fyrir til nefndarsetunar og þeir hafa það auðvitað í hendi sér hvað ratar í skýrslurnar. Venjulega þá koma með sér saman hvað á að standa og þá stendur náttúrulega ekki neitt. En ef ekki, þá einhverju sem geta þá skilað sér áliti. Ef höldum aðeins áfram með orðræðugreininguna, þá svokallað þrástef kallað þegar eitthvað síendurtekið, sem sagt alltaf verið að klifa á því sama. Þau mynda ákveðið mynstur sem hafa orðið til í pólitískum átökum fortíðar og samtíðar. Og að lokum þá verða þessi þrástef að ríkjandi orðræðu og litar alla umræðu sem eini sannleikur. Og í skýrslunum birtast þau þegar verið að ræða hlutverk og háskóla og rannsóknarstofnana
og væntingar til þeirra í uppbyggingu þekkingarsamfélagsins. Og ákvarðanir sem teknar í kjölfarið, þær byggja þessari orðræðu sem orðin sem sagt ríkjandi í umræðinni, og þá þessi þrástef sem búið að vera að klifa á í gegnum árin, þau orðin á svona sögulegum og pólitískum löggildingalögmálum. En það reglur hvað má segja og hvenær. Og þetta orðin sem sagt ríkjandi orðræða, og mér finnst gaman að setja þarna síðast að samþætta kynjasjónarmið allri áætlanagerð og tryggja að uppbygging samfélags- og atvinnulífs taki mið af báðum kynjum. Máli leyst fyrir konur. Það sem kom mér kannski líka óvart var hversu mikla þjóðernishyggju hægt að finna í þessum gögnum. Og hún birtist nefnilega í orðræðinu það hvaða menntun á að bjóða upp á og hvers konar rannsóknir skuli stundaðar á landsbyggðinni. En þar kemur nefnilega fram að rannsóknir á sviði náttúru, menningar og sögu taldir vera styrkleika landsbyggðarinnar og sérstæða hennar, og þannig sé það að eiga að vera þær rannsóknir sem að styrkja skuli sérstaklega. Höfuðborgarsvæðið álitið vera fjölmenningarlegt samfélag, en landsbyggðin hornsteinn þjóðlegs menningararfs sem skoða verði sérstaklega. Það skiptir engu máli þó svo að raunveruleikinn sé annar, það að mörg samfélög á landsbyggðinni fjölmenningarleg og á sömu stöðum erlendi leik- og grunnskólanemendur fleiri en þeir íslensku. Hugmyndir að þekkingarsamfélagið muni byggja upp samfélög þar sem öflugt atvinnulíf og nýsköpun með auknum atvinnutækifærum geti laðað til sín háskólamennta fólk sú sögulega samverkan sem aðgerðir í byggðamálum byggja á. Þetta hin ríkjandi orðræða og við höfum agað okkur að henni, samþykkt hana og leggjum allt í hana. En þá skulum við snúa okkur á konunum og hvernig þær koma inn í þetta. En ég ætla að vil skoða hvað gerist í samfélögum á landsbyggðinni þegar konur fara í háskólanám til að styrkja og eða útvíkka stöðu sína og rými innan samfélagsins. Ég tel að konur noti menntun til að styrkja stöðu sína og athafnarými innan þess samfélags sem þær búa í. Og það sem ég velti fyrir mér í þessu sambandi hvernig og hvort háskólamenntun breyti stöðu og rými kvenna í dreifbýli á Íslandi. Og við skulum hafa í huga allt það sem ég verið að segja á undan, varðandi kerfið, varðandi orðræðuna og svo framvegis og framvegis. Þessi glæra sýnir þá sem stunda háskólanám. Það sem sagt nýjar tölur háskóla, 20.000 þarna sem talið í háskólanámi, og þið sjáu hvað hallar gífurlega mikið á karlmenn. Það bara næstu í helmingur. Fjarnámið það hefur verið svona svipað, þetta eitthvað 3.000 mann sem að stunda fjarnám á allu landinu, og á Vestfjörðum þetta 200 og svo tæp 500 á Austurlandi. Það svona miðað við fólksfjölda, það 12.000 sem búa á Austfjörðum og 7.000, rúm 7.000 sem búa á Vestfjörðum, þá þetta svona sama hlutfall. En konurnar þarna fleiri eins og allstaðar í varðandi háskólanám. Ýmsar rannsóknir sýna að konur líklegri til þess að flytja í þéttbýli þar sem þær fleiri og fjölbreyttari starfsmöguleikar og félagslega þá virðist þeim líða betur. Í dreifbýlinu sýna rannsóknir að konur beri meiri ábyrgð á heimilishaldinu, hafi takmarkaðra athafnarými og færri möguleika til athafna en karlar. Þá hafa verið gerðar rannsóknir í sambandi við auðlindastjórnun í sjávarbyggðum og þær sýna að konur hafa ekki aðgang að ákvarðanatöku varðar fiskveiðar í samfélaginu. Íslenskar konur hafa takmarkað aðgengi að kvótakerfinu og þá á ég við að það karlarnir sem eiga bátana og kvótan sem fylgir honum. Sjávarútvegurinn vettvangur karla, og sem slíkur þá dregur hann úr völdum kvenna og tækifærum þeirra til að taka þátt í orðræðinu hann og taka þátt á þeim vettvangi. Erlendar rannsóknir til dæmis í Ástralíu hafa sýnt að konur í sveitarstjórnum hafa ekki sama aðgang að valdi og karlar, vegna þess að þær svona hunsaðar, þær óreyndar á þessu sviði, hafa ekki aðgang að tengslanetti og fá ekki stuðning frá stofnunum og samfélaginu. Og þegar ég að tala það fullt af konum í sveitarstjórnum, en spurningin
hversu mikið völd aðganga valdi hafa þeir, það allt annað, það ekki nóg að dempa bara konum ykkur staðar inn og þá bara allt, þá er það að segja, jú, og fullt af konum hérna. Nú, niðurstöður rannsóknar minnar þá binda til þess að konurnar þær upplifa samfélagið sem þær búa í sem karllægt samfélag. Þar sem karlarnir hafa yfirráð og eignarhald á náttúruauðlindum á landi og legi. Slík samfélög virðast höfða til kvenna sem hafa hið svokallaða svona hefðbundið viðhorf til lífsins. Það viðhorf lýsir sér í því að konurnar setja gildi og velferð fjölskyldunar ofar eigin fram. Vegna þessa kjósa þær oftast að stunda nám innan þess að geira, það kennslu og umönnun, en þau störf oft litið á sem framlengingu á heimilistörfunum. Og jafnvel þó að konurnar gerðu sér vel grein fyrir því og segðu það beint út að sjávarútvegurinn væri karllægur og að þar væri peningarnir og hinn raunverulegu völd, þá hefðu þær þetta hefðbundna sjónarhorn á og það væri eðlilegt. Því var ekki hægt að breyta vegna þess að konur hefðu ekki áhuga á sjávarútvegi og væru líkamlega ekki hæfar til þess að stunda sjómennsku. Slík sýn gagnvart sjávarútveginum einungis til þess fallin að styrkja ríkjandi yfir á karla á náttúruauðlindum, fjármagninu og valdinu og styrki ríkjandi fyrirkomulag. Val á námi endurspeglar þetta hefðbundna viðhorf, því nám þeirra tengdust ekki sjávarútveginum og þær virtust ekki vilja hasla sér völl á því sviði. Og allan heim sjávarútvegur þar sem hann auðvitað stundaður vettvangur karla. Almennt eru konur ekki sjómenn, þær stjórna ekki sjávarútvegsfyrirtæki með að sitja í stjórnum þeirra, reyndar síðan þessi rannsóknar gerð, þá eru sem búið að kjósa konur í stjórn síldarvinnslunar, en það þurfti náttúrulega lagasetningu til. Þannig að spurningin, hvað er eitthvað að breytast? Þær líta ekki á sig sem jafngilda þáttakendur, jafnvel þó að taki þátt í ferlinu. Þær til dæmis beita, þær vinna við færibandi, þær jafnvel sjá bókhaldið í smærri fyrirtækjum. En þó þær í þessum smærri fyrirtækjum stjórni, þá líta þeir ekki á sig sem framkvæmdastjóra eða þær séu í valdastöðu. Með því að samþykkja ríkjandi viðhorf má segja að verið sé að réttlæta fjarveru kvenna í starfsgreininni. Konurnar voru hins vegar sammála að þær hefðu lært mikið af því að fara í nám, ekki aðeins hefði efnahagsleg staða þeirra batnað, heldur einnig aðrir hlutir sem tengdust meira þeim sjálfum. Þær sögðu að þær litu öðrum augum á hlutina, sjónarhorn, viðhorf og gildismat hefði breyst og þær væru viðsýnni. Þær voru ánægðar með skipulag og innihald námsins og töldu það vera mikilvægt að geta stundað nám með fjarnámsniði. En af þessum niðurstöðum þá var þetta sést að háskólamenntun styrkir konurnar sem einstaklinga aðallega innan hins hefðbundna kvennarýmis og því miður þá virðast þær ekki nýta menntun sína til útvíkkunar athafnarýmisins. En til þess að skilja hvers vegna háskólamenntun kvenna eykur ekki athafnarými þeirra, þá nauðsynlegt að átta sig á því að kerfið sem við lifum í sýnir í þessu sambandi í of mikla seiglu og stendur í raun og veru vegi fyrir breytingum. Eitt af því sem geti haft áhrif á það að hjálpa kerfinu áfram að styrkja konurnar sem gerendur í hinum dreifðu byggðum á landsbyggðinni. Og það ástæða þess að ég vel að nota staðanálgunar hugtakið eða place-based approach, en það hugtak getur verið skoðað út frá uppeldis- og menntunarfræðilegu sjónarhorni sem segir að staðir eða place kenna okkur hvernig heimurinn og hvernig líf okkar rúmast innan þess rými sem við lifum í. Og sú þekking sem við öðlumst þar, sem sagt staðarþekkingin, hefur ekki verið metin til jafns við vísindalega þekkingu. Hinn vistfræðilega, félagslega og pólitíska vídd staðar skoðar tengsl umhverfis, efnahags og lífsgæða íbúa ákveðnum stað og þessi innbyrðis tengsl, sjálfsmynd og menning eru sýnileg í menningu, hugmyndafræði og pólitík staðarins. Ef við segjum að fólk séu gerendur í samfélaginu, og þessu sambandi konur, þá verða það líka að vera meðvitaðir það, sjálfa sig sem gerendur og þáttakendur í hina félagslega og pólitíska gerendaferli. Þá einnig umhverfisfeminismi sem að segir að feðraveldið gangi á náttúruauðlindir í nafni ágóða og framfara og orðræðan umhverfisfeminisma eykur skilning á sambandi milli manns og staðar
þar sem sjónarhorninu beint að sögulegu mynstri á yfirráðum kvenna og hvernig það tengt yfirráðum á náttúruauðlindum, bæði á landi og hafi. Já, svo annað kenning sem umhverfisfeminist sjónarhorn sem afhjúpar stöðu kvenna í karllægu efnahagslegu kerfi sem metur vinnu karla meira en vinnu kvenna, en það svo veruleiki sem við búum við, samanber launamun kynjanna, sem þrátt fyrir allt við ætlum aldrei að geta upprætt. Það kerfið og í þessi karllægi efnahagslegi heimur sem við lifum í. Og síðan það að þetta góða lífsgæðin sem koma þarna inn í. Allt þetta hefur hjálpað mér til þess að átta mig á og sjá samhengi í þessum hlutum. Bæðið orðræðugreiningin, taka viðtölin og lestur fræðigrein og allt það. Og landsbyggðin náttúra, menning og saga og frekar einsleit. Þetta orðræðan. Það svo sérstaða sem kemur fram í skýrslunum að landsbyggðin sé og ákveðið að vinna skuli með. Það einhvers konar 19. aldar viðhorf ríkjandi og minnir helst á kveðskap þjóðskáldana okkar sem bjuggu í Danmörku og sáu Ísland í hillingum. Fjármagni veitt í námsleiðir, rannsóknir og sérhæfð rannsóknarsetur þar sem hinn áætlaða sérstaða í forgrunni. En raunveruleikinn allt annar. Landsbyggðin ekki bara einsleitt samfélag fólks, heldur mörg og margbreytileg samfélög sem öll hafa sína sérstöðu sem taka þar tillit til við gerð byggðaáætlana. Það nefnilega ekki þannig að one size fit all áætlun gangi upp. Þegar hinn almenni íbúi var spurður fyrir nokkrum árum í dreifbýli á Vestfjörðum, spurður hvað beri að efla í menntamálum, þá svarar hann að það þurfi að efla nýsköpun í sjávarútvegi og iðnmenntun. En hann spurður hvað hann hefur hug á að læra, þá nefnir hann allt annað heldur en það. Og Byggðastofnun hefur alltaf verið að kynna okkur af og til kannanir sem niðurstöðu kannana sem benda eindregið til þess að ungt fólk hyggur á brottflutningu sinni heimabyggð, annað til höfuðborgarsvæðisins eða til útlanda. Þurfum við ekki að fara að breyta orðræðinni og viðurkenna að uppbygging þekkingarsamfélagsins á landsbyggðinni hefur önnur áhrif henni ætlað, sem sem sagt að fjölga fólki og skapa störf. Þurfum við ekki að fara að skoða hlutina frá öðru sjónarhorni og nýta þekkingarsamfélagið til þess að vinna með samfélögunum og íbúum þeirra með það að leiðarljósi að skapa sjálfbær samfélög sem sýna seiglu, ekki samt of mikla, þar sem jafnvægi á milli umhverfislegra, efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra þátta ríkir. Þurfum við ekki að fara að vinna að gerð svæðisbundinna byggðaáætlana þar sem unnið með smærri einingar en hingað til hefur verið gert. Þekkingarsamfélagið, byggðaþróun og sjálfbærnin kerfi sem vinna sitt í hvoru lagi og hafa einnig áhrif hvort á annað. En ekki komið tími til að við skoðum hvernig þessi kerfi vinna, hvað áhrif þau hafa í raun og hvort annað, hvað áhrif við viljum að þau hafi og vinnum svo eftir því. Takk. Þetta sko leiðbeinandinn minn, aðal leiðbeinandinn minn. En spurningar og kynna ykkur sjálf áður þig koma með comments eða spurning? Já? Anna Guðsdóttir heiti ég og bara takk fyrir fyrirlesturinn, virkilega gaman að heyra af rannsókninni. Mér langaði að spyrja út í þetta svona sem þú endar á, þetta með að þarf að breyta kerfinu þannig að þetta svokallaða þekkingarhagkerfi það til sé að vinna með ólíkum smærri byggðarlögum eða samfélögum. Og ég átti ágætis samtal við konu sem ég þekki sem býr á Kópaskeri og hún hefur verið í fjarnámi sjálf og hún sagði mér ég hef svolítið tilfinning fyrir því að líka bara inntak og áherslur náms og þá ekki bara fjarnám sem slíks, heldur bara náms. Innrætingin, hún sé fjandsamleg svona, hvað maður segja,
einhvers konar framtíðarsýn búsetu í smærri byggðum. Og spurðirðu þessar konur sem að þú tókst viðtal við eitthvað út í þetta? Já, ég gerði það. Við fórum út í námið, sko, hvernig inntak náms og allt. Það var bara svo ánægð með það. Vantaði þessa ígrunduðu, sko, ígrunduðu að skoða sem nýtist þetta nýtist mér. Þetta svona þetta einstaklingsmiðaða nálgun sem að maður segja að háskólanámið hafi veitt þeim styrkti þessum einstaklingar. Það voru ekkert að spá mikið í það. Hvað gerist í samfélögunum? Og mér finnst bara mjög gott þegar það eru einhverjir sem eru þá að ígrunda þetta. Þess vegna ég að leggja áherslu á þetta play space, þessi staðarþekkingu, að nýta hana. Það fullt af staðarþekkingu á hverjum stað, hún mismunandi og ólík eftir stöðum og það þarf að nýta hana. Svaraði þetta öllum spurningunum? Ingvar Sigurgeirsson heitir. Ég að velta fyrir mér, sko, þegar manneskja, hún segir á Þingeyri eða Patreksfirði, hefur kannski raunverulega áhuga að fara í háskólanum. Hverjir eru möguleikarnir? Þú nefndi að þær konurnar veldu sér svona uppeldis- og umönnunarstörf, en hvaða aðrir möguleikar eru á sveigjanlegu námi eða dreifnámi eða fjarnámi eða hvað við kallum það? Sko, Háskólinn á Akureyri með sitt nám mikið til í fjarnám það gerir, en með fjarfundarsnið og það hægt að vera í viðskiptafræði þar og hjúgrun og held ég bara flest öllum greinum. Landbúnaðarháskólinn komið hluta sínu í fjarnám og Bifröst líka, þannig að það eru, og Háskólinn í Reykjavík líka. Sá skóli sem kannski styst kominn varðandi þetta Háskóli Íslands. Og það verðist einhvern veginn ekki, fyrir ég kannski veit ekki, en mér finnst einhvern veginn sem sé ekki stefna í fjarnámsmálum háskóla, svona sameiginleg stefna. Menntavísindasviðið býður allt sitt í fjarnámi, en aðrir það bara fer svona eftir því í hvað skapið liggur við menn á hverjum tíma. Nei, ég segi það nú ekki, en það undir hverjum meginn kennara virðist vera svona að deildinni komið. Það kannski þeir sem þekkja þetta betur geta sagt mér. Það eitthvað það vantar þessa stefnu. Hins vegar hefur Háskóli Íslands verið duglegur að byggja upp rannsóknarsetur út allt land og með 11 rannsóknarsetur starfrækt út á landi. Þannig að sko, það tilhneigingin og það einmitt það sem líka var, þegar ég komst að því ég var í Skotlandi, tilhneigingin að bjóða upp á svona soft subject í fjarnámi. Ég ætla að bæta við að því ég var undirbúin að funda þá fekk ég fyrirspurnir hvort að það sett út í fjarfundi og því miður þá það ekki hægt bara í þessari byggingu og það komst til að það einhver ákveðin stefna í háskólum sem ég vissi sem ekki það starfsmeðarnefndi að hafa fjarfundi og það í boði í flestum stofum í háskólum sem það vissi ekki, þannig að spurning svo hvort það sé stefna það verðist vera en hversu mikið lagt í eða hversu meðvitað fólk það svo önnur spurning. Já, þetta svona einhver falin stefna. Þetta er svo dulda námskráin sem þetta verið að tala þegar ég var í svo dulda stefna einhvern. Ég var að spila í sambandi við þú sagðist kannski væri okkur menntun komin í fjarnámi þarna. Það spila ákveðum byggðir það af því að hefur þau aðtóða það hvort það eftirspurn eftir fjarnámi sko. Það færri í því en liggur það einhvern veginn í því að framboði sé eitthvað breytt Já. Það sem ég á þarna við sérstaklega það sem hefur verið mest ásókn í að stunda námi, það kennaramenntun, bæði grunn- og leikskólakennaramenntun og hjúgrunn. Og ég veit það að því ég á Vestfjörðum og ég held að mér heyrist það sé sama líka á Austurlandi, þá er bara eiginlega flest allir kennarar orðin á svæðinu með réttindi. Og þeir sem eru að útskrifast, þeir verða ekkert vísir að þeir fá ekki stöðu.
Og ég veit það til dæmis að hópurinn sem útskrifaðist sko í fyrra og hjúkrunarfræði á Ísafirði, þær fá ekki vinnu á Ísafirði. Það vantar ekki hjúkrunarfræðinga. Og við erum samt alltaf að bjóða bara þetta í fjarnámi, skiljið hvað við sko. Í staðan fyrir að skoða býtu... Það sem ég var að hugsa, þetta sem þú segir byggir frá tilfinningu sko, en hefur eitthvað rannsaka það hvort það eftirspurn eftir fjarnámi á landsbyggðinni og þá hvers konar fjarnámi? Nei, það er einmitt það sem þyrfti að gera. Já, nei, það er ekki partur af þessu. Það er bara að reyna að skoða þetta sem þetta kerfi. Þurriður, þú tekur þetta upp? Hvað er spurningar? Hérna og kannski fyrir. Ég heiti Þórdís Þórðardóttir, sælþegir, takk fyrir bara frábært erindi. Ég svolítið forvitin sko, nú ég að kenna fólki og bara með eitt námskeið þar sem einhverjir velja að vera fjarnemar og aðrir staðnemar og í 116 manna námskeiði sem ég með 60% sem hafa valið að vera fjarnemar. Flestir búa hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Svo er spurningu sko, þróun fjarnáms. Þetta er spurningu hvernig fjarnám að þróast. Er þetta ekki bara skólastarf að háskólar einhvern veginn af misveikum eða sterkum mætti að reyna að fóta sig áfram í að vera bara með námskeið og opna leiðirna sem að fólki gefast til þess að tileinka sér þá þekkingu og færni sem að þurfa til að ljúka háskólanámi. Er fólk bara almennt eða er fólki sem þú talaði við, er það allt fólk sem gekk í gegnum þessa hefðbundnu fjarnámskennslu eins og var skipulögð sérstaklega fyrir landsbyggðina? Nei, þetta er fólk sem að bæði byrjaði þegar Kennaraháskólinn byrjaði 93 og bæði grunnskólakennararnám sko, og þá var þetta bara fyrir landsbyggðina sko. Og svo er þetta yngra fólk sem var ekkert langt síðan útskrifaði sko, sem er bara hluti hérna af því. Þannig að ég sammála þér í því. Þetta á að vera svona meiri sveigjanleiki í þessu og það er einmitt að fjarnám er ekki bara val fyrir landsbyggðina, heldur þetta bara val einstaklingsins hvernig þú vilt stunda nám og það má kannski gera meira því að blanda þessu betur saman. Hins vegar veit ég það að með því að það voru svona margir eins og þú ert með, margir sem eru staðsettir hér á þessu svæði, þá virtist vera tilhneiging hjá skólunum eða deildinni að skipuleggja þetta svona frekar vera að bjóða upp á einhverja fólki að mæta einu sinni í mánuði 2 daga í senn. Af því að það er svo auðvelt fyrir þessi 60% í fjarnámi sem eru hér á svæðinu á meðan að hinir sem búið út á landi, það er bara dýrt að komast til Reykjavíkur með flugi eða að keyra. Þannig að tilhneigingin er að skipuleggja þetta eins og fólk sé bara í næsta herbergi sko, og eigi bara auðvelt með að komast á staðinn. Þetta var... Það eru undantekningar. Já, en þetta er það sem ég heyrði töluð Þetta var eina, það var það hvað þú veist að mæta oft í staðalótur, einhverja 2 daga og eitthvað. Það voru undantekningar í skipulagi fjarnáms en ekki mettur margar. Kannski. Hérna er spurning. Inngangurinn heiti ég, en það kennaði fyrir svo mannlistafnir. Tala aðeins þaðan? Og ég ætla að það bara ótýnt spurningunni, en það er eftir að það verður öllu svona dulið námskrá. Þetta er dugtungum kennara sem er. Maður getur valið að taka fyrirgræstra og ekki. Það fer bara eftir því. En það sem ég langar til að spyrja út í er rýmisnotkun. Og vald. Hvort þú hafa farið eitthvað í að skoða það. Það hefur þú svona með tölfræðilega greiningu eða raunveru og settur upp tengið með ártöl og annað. Þau eru skoðað rými sem konur hafa eignað sér. Þetta meina þessa? Já, tengt þá er gaman að skoða erum við konur að taka sér meira vald eftir þessu uppbyggingu? Nei. Eða við erum skoðað eins og sveitarstjórn annað, það þarf ekki að mæla, það svarar bara nei. Já, sko, ég veit það sjálf, sko, það hefur, þegar ég byrjaði sveitarstjórnarmálu 1990, þá var ég eina konan og Óli Bæi og eins og hann var kallað Anna mín. Jæja, vina mín, þú tala svona, ég var 31 árs. Var ekki gert svona líka? Jú, svo gert svona, já, ég var 30 þegar ég byrjaði, þannig að þetta var svona, þú veist, já, vina mín og eitthvað svona, maður var svona alveg inn í þessu kallæga, sko, og kom svolítið lítið áfram. Og svo þegar ég vildi fá að vera í bæjarráði, þá þurfti að fara fyrir sérstaklega nefnd, því ég átti bara að vera í leikskólanefndinni, en ég fékk að fara í bæjarráð. Og það sem að raunverulega valdið er. En sko það er málið, sko, þetta hefur svo sem konur hafa flykkst í sveitarstjórnarmál, en það er ekkert endilega þær
sitji í þeim nefndum og ráðum eða á þeim stað þar sem að þær ráða einhverju, sem valdið Fyrsta skipti árið 2000, síðustu kosningar, sveitarstjórnarkosningar, 2010, þá komum við því til leiðar að það var kona sem fékk að fara í hafnanefnd. Með því að þrýsta á vald? Já, hafnanefnd og bara kallar. Og bara það var komið ekki til, og það að fá að sitja í stjórn Sparisjóðsins. Ég fór fram að það einu sinni og það bara leiði yfir þá. Það sem peningarnir eru og það sem raunverulegu völdin eru, þar eiga konur svo erfitt einhvern veginn með að komast. Þorbjörn, varst þú með spurningu? Nei, þú var bara að vinka á mömmu. Já. Með bæta einhvern veginn. Já. Bara örstuð, það væri svo áhugavert að halda áfram að meta, eru konur í kjölfar því að kjölfar þessara sem að færa menntunina nær heimabyggð, hvort að konur verði duglegri við að eigna sér vald, taka sér vald? Það verða í þeim, inn í þessu kvennarými sem það þekkja svo vel og flikkast í, þar taka þær valdið, sko. En það sem er völdin raunverulega, síðan tala þessi peningalegu völd og þessu, þú veist, samfélagslegu völd, þar eru þær ekki, því miður. Já, þeir færi ekki inn í kallarinn, því miður. Já, Sigurður heiti ég Magnússon, okkar takk fyrir það fyrirlestur. Ekki spurning tengt þessu sem voru að ræða hérna áðan. Það hafði á tilfinningu að konur getur nýtt þá sína menntun í frumkvöðastarf eða nýsköpun sem það kannski sem aðferð að breyta samfélaginu, sem við getum samfélaginu. Já, sko, það er það sem byggðaáætlanir leggja mjög mikið upp úr, byggðaáætlanir og uppbygging þekkingarsamfélagsins í þessum grein eða þessum skýrslu sem ég skoðaði. Það er mjög mikið talað frumkvöðla og nýsköpun og háskólamenntun eigi að nýta til þess að búa til frumkvöðla og efla nýsköpun. En það gleymist átt að sig hvers konar kerfi háskólar. Háskólar eru að útskrifa embættismenn. Við erum alltaf að mennta embættismenn. Þetta er gamla, við erum enn í þessu. Og það verða kannski ekki til mjög mikið af frumkvöðlum og þá sem stundar nýsköpun varðandi þetta. Það hef ég líka verið oft að tala að símenntunarmiðstöðvarnar út allt land, þær eru svolítið að fara út í svona framhaldsskólavæðingu sem bæði, sem við getum fundið að fara inn á og taka fólki sem ekki fer í menntaskóla, fullorðið fólk og er að kenna eftir þessum námskrám atvinnulífsins, eða fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins sem að veita einingar til þess að fara svo inn í framhaldsskóla. Þannig við erum alltaf að stýra fólki einhvern veginn. Ég hefði viljað sjá símenntunarmiðstöðvarnar taka að sér þetta hlutverk, að taka að sér frumkvöðla og nýsköpunarmenn fyrir styrkja fólk, því að frumkvöðlar er ekkert endilega fólk sem hefur farið í langskólanum, við vitum það. Ég var bara áhugað í þessu samhengi, ég er búin að vera að fylgjast með umræðu, ég er með bók hérna sem heitir Learning to Lead. Og Anna Guðrún Pettersson benti mér á hana, hún er búin að fá hana en það ég kemur þetta. Það er Kanadamaður sem heitir Michael Corbett og hann er að fjalla hvaða vandamál í orðræðu skólanna sem að dregur fólk í burtu. Þeir sem ná langt þar heimann, sko. Og einhverjar verulega vel reyndur hann og hún á eftir að ná langt það er að segja að komast mjög langt þar heimann. En þessi maður er með sjávarbyggðirnar í Kanada, þar sem hann er búin að kortleggja kynslóður frá 1950 frá okkar dag. Og í rauninni fer fólk ekki langt í burtu. Nefna þessir örfáu sem lendi svo mikið og komast aldrei heim aftur og verða staðarlausir. Þannig að umræðin þessu, og líka við lendið svona sænskri umræðu, þú ráðum að lendi þessu, að lausnin er svona ákall eftir meira svona place-based eða meiri staðarvitund í menntun, að við séum ekki alltaf að mennta fólk í burtu og reiknum með að verði að menntunin gagnist í heimabyggðin ekki gagnist til þess að verða embættismenn eða komast nálægt í háskólasamfélagið. Já, ég þekki alveg þessu orðræði, það hafi verið bæði kennar og skólastjóri á litlum stað út á landi, að þú veist að skólastjóri sem var búinn að vera þar í 20-30 ár, þegar ég kom, þá var sko bara, já, það sá nú bara að fara í frystihúsið.
Sko þetta var þetta var bara einhvern veginn, sko, þeir sem það átti bara, já, þið tekkið þessu orðræðu, þannig að það var alltaf verið að hugsa það að mennta fólk þannig að það færi. Það í raun og veru, sko. Og það liggi í bara orðræða menturina. Já, það gerir það. Og í þessu þá er þetta mjög interessant raunur að tala fólk og orðræðan meðal kennara og skólamanna var öll þannig að hún passaði ekki við það sem var viðgengst í samfélaginu. Kerfið þannig, sko, þetta kerfi og orðræðin inn í kerfinu þessi og það sýnir alveg ótrúlega seiglu enn þann dag í dag við að viðhalda þessari orðræðu og þannig að það er einhvern veginn að pæli, einhvern veginn að breyta þessi kerfi. Og ég vildi ég stundum að spá í það hvort að við erum að hringi í Kastró byltingu hérna. En mér langar í lokinni að beina eina spurningu að Kalla. Þegar ég vann með honum fyrir nokkra árum og jafnvel Anna Karlsdóttir veit þetta líka. Og þessi hugtök place-based og spurningum hvaða þekkingafræði við reynum að efla innan skólans, og það hluti af málinu. Er það ekki rétt hjá mig, Kalli, að þú fórst með fólk hérðan út á land í heilu viku námskeið? Gerum þetta reglulega, jú. Yeah, you take the people to the place, you don't only bring the Friday to the place. Það ekki bara landsbyggða fólk sem í þessi adventure, æventýri sem við erum leikist af stað í. Það háskólastofnun og þekkingafræði sem það líka leikist af stað til að skilja hvað í gangi hérna. Kalli, getur sagt í nokkru mínútur hvað þið gerir? Við í landfræðinu og ferðamálafræðinu höfum gert þetta í mjög langan tíma í rauninni. Þetta er bara hluti á prógrami að fara með fólk á eitthvað tiltekinn stað og vera í svolítinn tíma og drekka í sig það sem í gangi og síðan gerir fólk ýmislegt. Þetta er nú reyndar alls ekkert okkar engamál, það er ýmis fólk sem gerir eitthvað svipað þessu og þetta skilur oft ótrúlega miklu, finnst okkur í sko, jafnvel fólk sem hefur ekki komið mikið austur fyrir Elliðaár skiljiði fær öðruvísi tilfinningu fyrir því sem í gangi á litlum stað, hvað þýðir að vera á stað og það oft opnar ansi mikið augun sko. Já, ég veit ekki hvað ég segja meira um það. Mér langar nú samt að nota tækifærið að koma aðeins varðandi þetta með fjarnám og að Háskóli Íslands slappur að bjóða upp fjarnámsaðstöðu sem rennur blóðið til skiptunar. Ég hef nefnilega verið að kenna kurs í mörg ár sem hvað heitir hvorki verið minni byggðaþróun og atvinnulíf og í fáum námsefni í rauninni kallar meira á þessa tengingu og ég hef spurt mig eða haft samviskupið á hverju ári. Ég vil taka ekki þetta stökk og opna kursin upp og gátt fyrir alheiminum af því ég þykist vita þarna úti fyrir austan Elliðaár sé markaður, sé eftirspurn eftir þessum fræðum. En ég hef ekki gert það, sumpart einfaldlega vegna þess að ég latur aðeinsfari og þetta fjandi mikið mál að gera svona svo vel sér. Og ég held að það þurfi, sko ef að Háskóli Íslands á að fylgja eftir þessari dömdu stefnu eins og voru þetta, og þarf svolítið meira til. Það þarf að hjálpa kennurum að fóta sig með nýja tækni sem oft flókin og leiðinleg og styrnd og stíg og allt þetta sko. Og það þarf að umbuna eitthvað pínlítið fyrir þá auka fyrirhöfn sem svona kennsla fyrir í sér vel á að vera. Það einfalt tiltölulega kannski að búa til svona nýja nútímalega útgáfu af gamla bréfaskólanum. Það hefur út af fyrir sig ákveðið gildi, en það ekki sko svo tegund af fjarnámi sem mér finnst metnaðurinn þurfa að standa til. Þetta svona mitt innlegg. Ég aðeins að Þú ert hérna með fullt af sérfræðingur sem að kenna hérna á fjarnáminn og taka þeir bara og Ingvar hérna og kennir þér að gera þetta. Takk fyrir bakkari. Já. Einu síðustu bara þetta dæmi fyrir að fara með business with Ingvar Já, mér langar aðeins að koma áttur að kynja vinglinu. Ég vil aðeins líka nefna við vorum í gamla fósturskóla Íslands, þá fórum við út á land og í fjarnámi sem þar var stundar. En ég vil aðeins koma að kynja vinglinu.
vinklinum og þessu einkasvæði sem að konurnar eru að halda sig á og byggja sig upp á sínu einkasviði og ekki sækja út fyrir. Ég held að það sé svolítið mikilvægt að hugsa í því ljósi að fyrir það fyrir 100 árum þegar konur fengu aðgang að menntun, þá sóttu þær í kennarnám til þess að sækja sér völd því að það var eini sénsinn fyrir þær til þess að áhrif á menntastefnu, komast inn í skólanefndir og síðan stofna stéttarfélög og vera með í þeirri baráttu. Þannig í raun og veru þessi kvennavinkil, að kennslan og að mennta sig í uppeldisfræðum, það var leið kvenna til sama áhrif og völd og kannski erum við bara stödd þarna einhvers staðar ekki komin út úr þessum vinkli ennþá. Fram að stríðsárunum voru fleiri karlar og eldri fólk í kennaranám konur. Þeir kom eftir stríðsárunum og þeir eru miklu yngri. En það nefnilega konurnar ætluðu að fara í háskólanám til þess að ná sér í völd. En það bara, hefur það eitthvað haft áhrif? Nei. Þá þetta gender mainstreaming kynjasamtæknin mjög áhugavert hugtak. Ég ætla bara að segja það til þegar Kennó var sameinuður Háskóli Íslands, þá var sett að fótt nefnd, ég haf verið 7 ástafna nefnd sem að skrifaði skýrslu sem heitir Skýrsla mótun sameiginlegrar fjarkennslustefnu innan sameinuðu háskóla eitthvað svoleiðis. Hún til 50 síður mjög góð greining á ástandinu og tillaga mótun stefnu en henni hefur verið haldið undir stól en það má finna hana með því að googla hana. Þú segir þetta í lókunum. Nei, mér finnst ekki passa að vera að tala völd og menntun til sjálfseflingar Þórdís var að nefna og með menntunina var þetta kennarina vantar 1300 leikskólakennari. Já, þá fara þær þangað. Þá fara þær í leikskólakennaranámið. Hvaða menntun það? Hvað meinar Það þú? menntun á Norðurlandi, það er mentaði Norðurlandi. Já. Það ekkert menntun. Jú, það orðið mettaði markaður innan grunnskólakennaranám. Já, þá fara þær í leikskólakennaranám, Nei, já, það hefur reyndar breyst eftir að þetta varða masters þá hefur fækkað svo. Þetta er orðin gott. Og við höfum stofið fyrir ljóðuönnubúðinu, hingað til að vekja landsam þessi og við þakka ykkur sem kom til að taka þátt í samræðu og við þökkum önnubúðinu. Takk fyrir mig.